Hvernig svona líðan daginn eftir hennar leik? Herðu, maður bara svona svolítið að ná sér niður eftir þetta í gær. Þetta var alveg algjör sturlun eiginlega bara. En mér líður bara vel. Þetta er náttúrulega svona umhverfi sem fæstar ykkar hafa verið í áður. 6.000 manna höll og mikil stemning. Já, alveg klárlega. Maður svona einhvern veginn, allavega ég persónulega náði ekki alveg að taka utan þetta fyrir en eftir leik þegar maður svona leit upp í stúku og átta sig svona almennilega á aðstæðunum sem maður var í. En bara heiður að fá að spila í þessum aðstæðum. Og náttúrulega erfiður andstæðingur og heimavelli og þú náttúrulega í stóru hlutverki frá upphafi til enda, eftir vörð sem svo. Já, við vissum alveg að þetta er erfitt, en mér finnst að gera þetta bara vel og sína bara fram á góða liðsframmistöðu á móti þessu sterka liði sem ég bara mjög ánægð með. Þetta er talsverður munur frá því sem að þú hefur verið að fást við upp á síðkastið, að berjast við þessar þýsku stóru konur. Já, það má alveg segja það og það tekur alveg á andlega líka að halda hausnum með svona rétt stiltum allan leikinn og berjast við þær. Já, það er væntanlega talsvert kúnst að halda einbeitingu í 60 mínútur. Já, ég veit ekki, það var alveg komin upp smá pirringur hann yfir einhverju peysutói og eitthvað, en það var bara eins og það er. Já, það er hluta leiknum. Já, það er það. Þannig að svona þetta stóra hlutverk, það er bara hefur gengið vel og þú varst með liðsfélagaðinn hérna lengi vel með þér í vörninni. Já, þetta er bara yndislegt að hafa mött þarna við hliðina á mér, sko, þannig að við erum vanar að spila saman. En ég tekur svo hlutverki bara fagnandi, svolítið kannski bara búin að bíða eftir þessu í einhver tíma núna og þetta er bara virkilega skemmtilegt. Já, þetta er þriðja stóra móti sem þú ferð á og kannski ekki verið í stóru hlutverki í hinnum tveimur? Nei, en ég nýti klárlega þá reynslu sem ég hef af þeim mótum samt og tek með mér hingað og ég held að það hjálpi alveg klárlega núna í dag að hafa fara á þessi tvö stórmót og svo hlutverki hafa kannski ekki verið stórt. Nei, og Línu manns hlutverkið, þú skilaði því frábærlega í gær líka? Já, takk fyrir það. Það gekk vel, það búið að ganga vel í deildinni líka í vetur, þannig að það svona kannski skilaði sér hingað þá líka. Það er bara mjög gaman. Og svo er það bara næst stelpurnar? Já, það var bara að byrja undirbúning fyrir það er engin pása í þessu. Nei, og það eru svona stórar og sterkar konur líka? Já, það verður bara annað stórt verkefni fyrir okkar að takast á við en það er bara jafn spennandi og heitt, sko.